þá var það seinustu fyrirlesturinn hjá okkur í dag og hann heldur áfram að skoða þessi tól sem við skoðaðum og nú ætlum við að skoða SAS og Stylint. En þegar við erum að vinna með CSS þá hefur CSS ekki neinn föll eða einhverja flóknar aðgerðir eins og for loopur eða while loopur eða if eða eitthvað svoleiðis. Og það eru margir sem hafa skrifað ýmis tól í gegnum tíðina, en það eru nokkur sem hafa svona staðið upp úr og þau hafa yfirleitt það sameiginlegt að þau útfæra þessar hluti. Að hafa mix-ins sem eru þá einhver leið til að mixa inn reglusettum eða reglublokkir og virka svipað á föll. Vera með nesting, þannig að ég geti skrifað CSS selektora inn í CSS selektor og nýtt selektorinn á ofan. Og dæmi stór svona mál sem forritunarmál sem að þetta eru less, stylus og SAS sem eru þessi þrjú stærstu og SAS hefur svona eiginlega orðið ofan á og er svona eiginlega orðið svona de facto í mörgum af þessum verkefnum sem nota einhver svona mál. En þau virka flest þannig að það er búið til syntax ofan á CSS, þannig að þetta mál er superset af CSS og þá erum við bara með venjulegt CSS og þá virkar alveg innan þessara mála, en svo getum við búið að bæta við þessari virkni og þá þurfum við eitthvað skref þar sem við þýðum úr þessu supersetti yfir í venjulegt CSS. Og þá SAS, það sem við ætlum að nota, það hefur þýðendur í mörgum umhverfum og eldri útgáfur notuðu .sas, það er alveg hægt að maður sjá það, en í dag þá er það SCSS. SCSS og SAS, þetta er sami hluturinn. Þannig að þá getum við verið með eitthvað sem er svona. Ég get verið með svona komment, þau virka. Ég get skilgreint breytu, gefið henni gildi sem eru þá öll gild CSS gildi. Síðan get ég framkvæmt reikniaðgerðir án þess að nota kalk og þetta mun þá þýðast bara yfir í 16 pixla deilt með 2 og við getum líka margfalda liti, þannig að þá er bara lita teorist hvað gerist í margfalda þennan lit með 2 og síðan keyrum við eitthvað sem þýðir þetta og þá þýðist þetta yfir í þetta í lokin. Þannig að úr öllum þessum línur sem við vorum með áðan þá myndum við fá þessar 4 línur. Svo getum við gert svona mix-in og þá getum við búið til mix-in sem býr til rounded corners á allt sem við viljum nota. Og þá getum við sett inn einhvern lit sem er þá færibreyta sem er hérna og grunngildi á henni er transparent, en þá getum við sett svona inn og svo getum við senda svona inn og fengið svartan border. Þá myndi þetta þýðast yfir í box header og box content og eins og sjáum hérna þá erum við að nota BEM hérna og þetta er mjög þægileg leið til að nota BEM. Þetta er blokkið, þetta er elementið. Og svo getum við nota media queries, ég held að þetta sé uppáhaldsvirknin mín í SAS, eða þú getur verið undir selektornum sem gerir það verkum að það verður ekki svona langt á milli, maður er ekki alltaf að fara upp og niður, leita hvaða media query á við hvað, þetta getur við bara að setta inn í selektorinn. Svo getum við importað til þess að innifella aðrar skrár og þegar það er þýtt yfir, þá eru allar þessar skrár teknar saman í eina skrá og við fáum bara eina skrá sem við vísum í. Þannig getum við skipulagt CSS-ið okkar eða SAS-ið okkar töluvert betur. Þannig við getum skipt þessu upp í skrár sem heit einhverjum nöfnum sem make sense og við getum importað það sem þarf að importa þeim. Og þá getum við líka brotið út á skilgreint grunnstíl á ákveðnum stöðum og þetta verður allt miklu meira næs einhvern veginn, allt miklu meira skipulaðra og það er það sem mér finnst eiginlega best við að nota eitthvað svona kerfi er skipulaði sem maður fær. Þegar hérna þá getum við verið með eitthvað grid og þá innifelur það alla svona hjálparklassa fyrir gridin sem við erum búin að vera að vinna með. En hérna erum við með skilgreiningu, jafnvel eftir líka columns að vera hérna,
Þannig að við getum í raun breytt griddinu fyrir verkefnið okkar og nota svo bara einhverja almenna stíla sem við eigum fyrir gridd til þess að búa til griddi fyrir það verkefni. En til þess að þýða þá ætlum við að nota tól sem heitir Node.js og það er þýðandi fyrir SAS, skrifaði fyrir Node.js sem við sækjum með npm og þá var það hérna, já, save def. Við sækjum það svona eins og við sóttum processing áðan og þá fáum við command line tól sem þýðir SAS yfir í CSS og það er, við bendum því bara á eina skrá og það er fer í gegnum öll import og sækir alla skrá sem er vísað í og finnur út úr öllum dependencyum og skilar okkur einni CSS skrá fyrir það. Þannig að þá getum við sótt Node.js og skrifað SCSS okkar í einhverju skrá hérna sem er þá inputið og outputið verður þá þetta hér. Og þá, ef við keyrum þetta, þá fáum við eitthvað hérna, rendering complete, saving CSS file og svo kemur wrote CSS to eitthvað. Þannig ef við skoðum hvernig þetta virkar, þá er dæmi það hérna. Og þá erum við búin að sækja, ég er búin að keyra npm install og það er dependency hérna á Node.js og ég er búin að setja hérna inn SAS sem að keyra þetta, skoðum þetta eftir hvað þetta gerir, en það tekur inn style SCSS og skilar frá sér styles CSS. Þannig að styles SCSS er hér og það importar einhverju configi úr möppunni hérna, config sem inniheldur eitthvað til þess að búa til row og búa til columns og það importar einhverju meira, það býr til main sem setur max width út frá configinu, miðjar það, sækir síðan button og list, þannig að þetta er bara skiptum við upp, þannig að list lítur svona út, þá erum við með list hérna, max width eitthvað, media query og eitthvað grid fyrir listan og svo erum við með button og button er bara einfaldur takki sem er síðan með hover, þannig hérna getum við verið með hover inn í selectornum. Þetta hérna þýðir taktu selectorn sem er fyrir ofan mig og settu hann hérna í staðinn. Þannig að þetta mun þýðast yfir í þetta. En síðan ef við hendum þessari skrá, þannig að hérna er dæmi skrá sem við myndum ekki vilja checka inn af því að hún er búin til með þessari keyslu. Þannig að við hendum henni bara og keyrum núna npm run SAS og þá keyrir þetta rendering complete, saving CSS file, wrote CSS to og ef við skoðum þá style CSS þá sjáum við það búið að vinna úr öllum skipununum eða öllu sem við skrifuðum í SAS og það er indregið eftir því hvernig það er, þannig að button er hérna og hann er með button hover hér, list row, list call, media eitthvað og svo fáum við einhverja gommu af einhverjum base 64 streng hérna fyrir neðan. En þetta er svona, ég hendi þessu og keyri aftur skipunina og búm, hún kemur aftur eins. En source map, þetta sem við sáum hérna næst, er í raun, það leysir það verkefni að þegar við fengum út eitthvað CSS, það er eitthvað SAS sem er og það var til einhver möppun úr SAS-inu yfir í CSS-ið og ef við myndum fara og gera til dæmis inspect á eitthvað, þá fengjum við bara eitthvað sem myndi vísa í eitthvað hérna. Já, ok, þetta er hérna button. Það er bara lína 5 í styles CSS. En það sem við myndum í raun vilja væri að það myndi segja okkur að þetta kæmi úr button SCSS úr línu 4 þar. Þannig að það er það sem source map gerir. Það er að mappa línurnar úr þessu yfir í línurnar í þessu. Og það er í raun bara einhver þjöppun sem á sér stað og hún er í raun bara geymd í þessu hérna. Og þetta er í raun bara skilgreint. Source map er bara eitthvað þeng sem er til sem að mappar úr einu source yfir í annað og er í raun til fyrir mörgunum mál. Þannig að við búum til þessi source map með því að segja source map embed sem að bætir þeim þá neðst í styles CSS skjalið okkar. Síðan reyndar kemur upp,
viljum við senda þetta með þegar við erum búið með verkefnin og erum í raun að gefa það út officially. Það alveg, getur verið gott, getur verið eitthvað sem við myndum sleppa, en eins og hjá okkur þá erum við alveg saman, við höfum bara source map með, einföldum okkur lífið og þetta ekki það stórt. En síðan kemur annað að það yrði svolítið þreytt að vera með í raun að keyra SAS til þess að þýða þetta á milli, eða skrifa í SAS og síðan fyrir hverja breytingu þurfa að keyra þetta tól og síðan refresha. Þannig að þá viljum við bara að eitthvað fylgist með þessu fyrir okkur og þýðum bara leið og það eitthvað breytt. Og það getum við gert með því að setja sem sagt svona watch, þá segjum við hérna dastas -watch, þá segjum við fylgstu með öllum SCSS skrám rekursíft, líka í öllum hérna undirmöppum og þýttu það síðan yfir í style CSS. Þannig að þá getum við keyrt þetta saman og þá verður það þannig að ef við keyrum sem sagt SAS watch, þá hann hættir forritið ekki, heldur býður það núna eftir einhverjum breytingum. Við getum hent hér, drögum þetta hérna til hliðar og sjáum síðan hvað gerist ef við förum hérna, segjum button 50% og vistum. Já, glemdum að seifa hérna. Gerum svona, svona og svo segjum við 100% vistum, þá er að koma hérna, eða við viljum fara í config, breytum þessu hérna í 1600, vistum, og þá uppfærist hérna 1600 hérna, og þá þetta sér tólið að gera þetta leiðilega handvirka skref fyrir okkur, sem nákvæmlega það sem að tólið að gera. Þannig að þá erum við með þetta, og síðan, ef við slökkum að þessu hér, gefum browsersync 1 séns í viðbót, að þegar nú var náttúrulega gaman að geta keyrt þetta allt saman, en náttúrulega við sáum ekki browsersync virka á hana, það var eitthvað pickle sem en þá þessi skemmtilega staða komin upp, við getum verið að skrifa SAS, sem þýtt sjálfvirkt eftir að við vistum yfir í CSS og browsersync fylgist með CSS-in okkar og uppfæri það þegar að breytingarnar verða. Og við getum keyrt þetta í sitt hvoru terminalinu eða í sitt hvoru skilinni, þannig að við erum með 2 tól sem keyra á sama tíma. Eitt gerir þetta, hitt gerir hitt, eða við getum náð í tól sem leyfir okkur að keyra fleiri tól. Það það sem við ætlum að gera, við ætlum að keyra og sækja concurrently, sem leyfir okkur concurrently að keyra fleiri en eina skipinu í einu. Og þá vistum við það bara eins og við vistum henni tól, setjum síðan upp hérna og þá erum við komið með eitthvað svona yfirtask, eitthvað task sem við viljum í raun keyra til þess að setja og byrja forritunarumhverfið okkar. Og það yfirleitt kallað dev fyrir development og þá keyrir það fyrir okkur hérna concurrently, keyrir npm taskið SAS sem þá þetta task og npm taskið browsersync sem þetta task, þetta skrift. Og þá getum við bara keyrt þetta og þá sér það að keyra þessi saman og þau keyra á sama tíma fyrir okkur. Þannig að einu sinni viðbót keyrum við þetta, prófum þetta, opnum þetta og við bara loka öllu hérna. Þá erum við með þessi tusk hér og þá viljum við keyra hérna npm run dev. Þá sjáum við hérna að það keyrir bæði, SAS watch hér og browsersync hér, þannig að ef eitthvað gerist þá sjáum við úr hvoru tólinu það kemur skipunin. Þannig að þá erum við með þetta hérna, fallega rauður litur. Þá erum við með index.html hérna sem vísar í style CSS og style CSS hér, hér og það með þennan bakgrunnslit hérna, en það búið til úr þessu hér. Þannig ef við förum hérna og breytum yfir í grænan, aftur þetta bila hérna, en ef við refresha núna sem browsersync átt að gera, þá komin grænn litur hérna. Og svo ef við förum í inspector, inn, og við förum hérna í body, þá sjáum við hérna body background color og þá vísum við hérna yfir í styles SCSS og við smellum þar og þá sjáum við nákvæmlega hvað að gerast hérna. Við sjáum hvar þetta að koma, í hvaða skrá og hvernig hún lítur út. Allt sem source map gefur okkur. Ok,
Þannig að þá erum við komin með tól sem við getum notað til þess að keyra umhverfið okkar. En það síðan meira sem við getum gert og það við getum sett upp okkar eigin linter fyrir stílan okkar. Þannig að þá þurfum við ekki lengur að vera að nota einhverja þjónustu hjá W3C sem náttúrulega hún kann ekki á SAS og hún ekki stillanleg. Við getum ekki sagt hvernig nákvæmlega við viljum að CSS okkar uppsett og þannig laga. En stylelint leyfir okkur það. Þannig að það sett linter fyrir CSS og SAS og fleiri svona CSS superset og það gífurlega margar reglur sem við getum notað til að stilla upp hvernig verkefnið okkar Þannig að við getum sagt það possible errors sem það lætur okkur vita. Við getum takmark hvað hægt. Við getum notað stylistic issues. Við viljum með units, special, bla bla bla, alls konar dót. Og margt af þessu auto-fixable. Þannig að það getur bara að keyra eitthvað fix og það lagar þetta allt fyrir okkur í einu. Þannig að við viljum hafa einhvern grunn og þegar við erum að byrja svona og höfum ekki myndað okkur skoðun á hvað gott, þá gott að fylgja bara einhverju best practices og þá getum við sótt eins og stylelint config standard sem bara einhver svona standard sem að gefa út af þeim sem gefa út stylelint og þarna turns on additional rules to enforce the common stylistic conventions found with a handful of CSS style guides og það bara eitthvað svona og það gefur okkur síðan dæmi það hvernig þetta og hvaða reglur það innifaldar í þessu. Þetta síðan sækjum við eins og áður með npm. Þannig að við sækjum stylelint og stylelint config standard og síðan þurfum við að búa til sérstaka skrá sem að heldur utanum hvaða reglur við erum að nota og það nokkrar leiðir til þess en við ætlum bara að nota í byrjun .stylelint rc sem geymir þessar stillingar og við þurfum þá að vísa í það að við ætlum að nota standard, config standard og þetta aftur með þessar punktaskrár, það geta verið til vandræða en síðan ef við ætlum að nota SAS með þessu þá þurfum við að sækja aðra reglusett fyrir SAS og það heitir stylelint config SAS guidelines sem við ætlum að nota þá erum við bara að kaupa inn í eitthvað sem einhver hópur fólks búið að taka ákvörðunum og segja að þetta sé ágætt fyrir einhver tilvik og við ætlum að treysta þeim bara. Þannig að þá verður stylelint RC hjá okkur svona ef við erum bara með CSS eða svona ef við erum með SAS. En síðan getum við breytt þessu saman þannig að þá getum við bæði verið með SAS og CSS og bæði lintað af stylelint. Og þá bætum við fleiri skriftum og það getur verið með lint CSS eða lint SCSS eða þá getum við bara verið með lint í stylelint RC erum við með bara báða og þá virkar það bara fyrir bæði þannig að þá getum við bara haft eitt skrift en svo þetta þegar við erum að taka þátt í verkefnum eða við fáum einhverja forskrift eins og ég að gefa ykkur það að það sé einhver linter að þá virðum við það og við struktúrum kóðun okkar eftir því og þá verður það til þess að kóðun okkar verður einsleitur og það verður samræmi í honum og við þurfum ekkert endilega að vera sammála öllum þessum reglum en við fylgjum þeim. Sérstaklega þegar við erum að koma kannski nýinn í eitthvað verkefni þá erum við ekki að fara, það ekki gott lúk að vera að eyða miklum tíma í að refactor allt yfir í eitthvað annað sem að augljóslega það einhver stíll sem við verðum að nota og þá bara ættum við að nota hann eða eiga umræðu á hann við gerum einhverja breytingar. En síðan getum við líka slökkt á reglum og þá getum við gert það per línu eða per skrá eða bara almennt og þá getum við nota þegar við erum að slökka á einni línu getum við sett stylelint disable line og það eitthvað sem við getum notað ef við höfum ástæðu til þess og ættum að nota sparlega af því að það af hverju erum við með þessar reglur ef við erum alltaf að slökkva þeim. En síðan getur líka verið þegar við keyrum þetta og þá verður svona óþarfa hávaði í npm og getur lítið út eins og við sem að gera einhverja villur en þá getum við keyrt skrifturinn okkar með -s sem segir að það eigi að vera silent þannig að við sjáum núna eftir hvernig það lítur út en þá fyrir þetta þá ætlum við að kíkja á
seinasta dæmi í dag sem er þá með Stylint. Þá er ég búinn að sækja hérna Stylint, Config SAS Guidelines og Config Standard og ég er hérna með Stylint RC skrá sem er í raun með báðum. Þannig að þetta gildir fyrir bæði og svo er ég bara með eitt task hérna sem heitir lint. Úps, hér er villa. Má ekki vera að koma þarna. Að ég er með Stylint sem keyrir á Stylint á Styles CSS. Þetta var að vera Styles SCSS hérna, það er betri svona. Og síðan á allar skrár inn í öllum subfolderum, þannig að þetta hérna pattern, því ég leitaði í öllum subfolderum, öllu hérna, að skrám sem eru SCSS. Við getum reyndar með þetta vandræði með Node Modules, en þetta er í raun heldur sjálfkrafa undanskilið þar. Þetta pattern heitir svona glob pattern og er notað til þess að ná utanum mikið af mismunandi skrám. Þannig að við erum með Style CSS hérna og þannig er eitthvað og það er ósamræmi hérna. Það er ekki rétt indenta hérna. Það er eitthvað gildi sem er ógilt og eitthvað. Þannig að ef við keyrum npm run lint þá keyrir Stylint fyrir okkur og þá fáum við upp fullt af einhverjum villum. Þá fáum við hann hávað hérna sem er í raun bæði þetta og þetta. Þetta lítur út fyrir eitthvað hræðilegt hafi gerst. Það gerist ekkert hræðilegt, það er bara raun að Stylint skilaði raun villukóða út af því að það voru villur. Þannig að ef við keyrum þetta núna aftur með -s þá fáum við bara villurnar. Þannig að hér erum við til dæmis með eitthvað að það séu engir nefndir litir. Þannig að við höfum ekki að nota nöfnin á þeim. Þannig að við ætlum að nota í staðinn eitthvað svona. Þannig að nú erum við komið eitthvað hér og sama fyrir hvítan. Ok, setjum bara svona. Svo fáum við expected background color to come before color og þá er það hérna order properties alphabetical order. Þannig að þá vil ég hafa þetta svona. Expected indentation of 2 spaces, þannig að það er búið að lagast hérna. Expected empty line before rule, það er hérna 8 hérna, svona. Þannig að núna, ef við keyrum þetta, þannig að hérna hex length, þannig að við vilja að við notum styttri útgáfuna. Svona, og nú keyrum við þetta, og nú koma engar villur. Þannig að þetta núna keyrir, þannig að núna er lintið á skránu okkar rétt. En það sem við viljum ekki hins vegar gera er að keyra þetta á þýddu skránu okkar. Af því að hún gæti alveg eins verið með einhverjar villur af því að hún er í raun þýdd og eins og við sáum hvernig SAS var að gera þetta áðan, þá var svona indentionið skrítið, svona með hvað við myndum skrifa. En það var í raun bara hvernig það kemur út þar og það er ekki eitthvað sem við viljum linta. Við viljum linta SOS-skránar okkar, ekki afleiddu skránar. Þannig að núna erum við raun komið með tól sem að saman er þetta að setja, þannig að við fáum í raun lintað verkefni, leið til þess að nota SAS og til þess að fá auto-refresh á skránar okkar og síðan hvernig við getum setta upp í Git til þess að, og setta á GitHub til þess að halda utanum þar og keyra verkefnið áfram. Þannig að þetta er efni dagsins.